Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Þátturinn fjölbreyttur að vanda, en við hefjum leikinn á vinsælasta ferðamannastað á Íslandi, Bláa lóninu. Vöxtur og uppgangur Bláa lónsins hefur verið mjög mikill á undanförnum árum. Framundan eru frekari framkvæmdir og stækkun baðstaðarins fyrir milljarða króna. Vöxtur Bláa lónsins hefur verið ævintýralegur en lónið flutti á núverandi stað árið 1999. Síðan hefur markviss uppbygging og markaðssetning skilað Bláa lóninu í efsta sæti yfir vinsælustu ferðamannastaði á Íslandi. 34% aukning ferðamanna til Íslands fyrstu 4 mánuði ársins 2013 í kjölfar metárs 2012 hefur skilað sér í sömu aukningu á þennan magnaða staði út í jaðri Grindavíkur. Grímur Sæmundsen, forstjóri fyrirtækisins, segir mikla vinnu hafa farið fram í fyrirtækinu, allt í þá átt svo hægt sé að taka vel á móti gestum Bláa lónsins. Já, við þetta árið í fyrra þetta var mjög mikið reynslu ár í þeim skilningi að hjá okkur í Bláa lóninu að við þetta vorum að glíma við aðsókn síðastliðið sumar á HN sem við höfum bara ekki þurft að glíma við áður og við vorum farin að hafa áhyggjur af gæðum og það að okkar gestir upplifðu Bláa lóninu með þeim hætti sem við vildum að þið gerðu. Þannig að við erum búin að vera einmitt í mikilli vinnu núna í vetur að búa okkur undir það að geta tekið ennþá betur á móti okkar gestum sérstaklega yfir vertíðartímann í sumar. Grímur segir að mannauðurinn í fyrirtækinu sé mikilvægastur og unnið hafi verið við að efla innviði en í sumar verða á 400 starfsmenn í Bláa lóninu en stærstu hluti þeirra eru Suðurnesjamenn. Í vor verðlaunaði Bláa lónið alla starfsmenn sem unnu í að minnstakosti 6 mánuði á síðasta ári með 150.000 króna eingreiðslu í þakklætisskyni fyrir góðan árangur. Maður reyna að tryggja það að starfsmenni séu ánægðir vegna þess að okkar mati er það lykillinn að ánægja viðskiptavina að starfsmenn séu ánægðir. Það er ekki öfugt. Það er raunverulega fyrst þarf starfsmaðurinn að vera ánægður til þess að hann geti þá þjónustað viðskiptavinin þannig að hann verði ánægður. Þið fengu vefverðlaun í vetur, þið hafi verið duglega að þróa vefinn ykkar? Já, við lítum svo á að framtíð í markaðsmálum í ferðaþjónustu á vefnum og við höfum verið að setja mikla vinnu í okkar heimasíðu og okkar vefumhverfi og það er hluti af því sem við erum að núna þróa í tengslum við það að geta tekið sem besta mót okkar gestum í sumar, að núna geta gestir okkar bókað sig fyrirfram á netinu og greitt fyrir sína heimsókn og með þeim hætti skapa sér ákveðin forgang til þjónustu þegar við koma. Þetta er eitthvað sem við horfum til að verði síðan bara hinn almenna nálgun okkar gesta í framtíðinni að þeir raunverulega bóka sína heimsókn á netinu og verða búin að ákveða hvaða þjónustu þeir ætla að kaupa áður en þeir koma. Þannig að þetta eru að glíma við miklar biðraðir hér þegar mest í júlímánuði til dæmis. Og þá erum við líka í því samhengi að tókum við þá stefnumótandi ákvörðun sem ég held að sé stefnumótandi fyrir ferðaþjónustunni í heild að við ætlum að vera með heimsóknargjald hér í sumar. Við áttuðum okkur á því síðastliðið sumar, við vorum að fá fjölda gesta sem komi til okkar hérna í heimsókn en komu ekki til að njóta lónsins og þeirra grunnu upplifuna sem við höfum að bjóða. Þannig við munum verða núna í sumar munum við verða með svokallað heimsóknargjald þar sem að þeir sem ætla að koma til okkar og ekki að njóta okkar grunnþjónustu þá greiða þeir fyrir að fá að koma á staðinn og dvelja hér. Hvernig viðbrögð fékkstu við því? Ég held að ég verði að segja að það kom okkur eiginlega óvart að viðbrögðin voru jákvæðir við áttum von á. Og svo þetta á eftir að koma reynsla á þetta hefst 1. júní. Bláa lónið fékk nýlega ferðaskrifstofuleyfi en Grímur segir það eðlilega þróun til að geta þjónusta viðskiptavini betur. Við erum að fá yfir 1 milljón heimsókna á okkar heimasíðu á ári. Við erum að fengum við 585.000 gesti í Bláa lónið í fyrra. Við höfum vonað því að fá hátt í 700.000 gesti í Bláa lónið þessu ári og þessi gestir hafa bara þarfir og við viljum bara vera í stakk búin til þess að mæta þessum þörfum sem best og til þess þurfum við bara að vera með meðal annars ferðaskrifstofuleyfi og svo framvegis, þannig að það er bara viðbrögð í þessu efni sem þarna erum að ræða. Er ekkert lát á vinsældum Bláa lónsins? Er fólk að koma jafnvel aftur útlendingar sem að koma hérna? Bláa lónið er eitthvað sem fólk vill alls ekki missa af og upplifunin stendur undir nafni og orðspori sem við fáum þetta er alveg frábært.
Þannig að þetta helst bara allt í hendur og við erum mjög mikið að verða vör við það að fólk að koma oftar en einu sinni sömu heimsókn. Þannig að Bláa lónið svo langt frá því að vera þetta svona einhver staður sem að fólk kemur á og tikkar við, nú ég er búinn að skoða þetta og svo kemur það aldrei aftur. Við erum að tala að fólk sé að koma oft í sömu ferðinni, við erum að tala að ef fólk kemur oftar en einu til Íslands þá fer það alltaf í Bláa lónið þegar það kemur og svo framvegis. Þannig og það kemur okkur ekkert óvart þetta þess að það að fara í Bláa lónið alveg stórkostleg upplifun. Fólk sem að koma hérna, það að njóta annar þjónustu sem þið eru með eins og á veitingastaðnum og borða góðan íslenska mat hjá okkur til dæmis? Veitingastarfsemin hefur eflst gríðarlega á undanförnum árum og svo erum við með mjög vinsæla verslun þar sem við erum bæði með Blue Lagoon hugurornar okkar sem eru mjög vinsælar og líka mikið af íslenskri hönnunarvöru sem hefur mælst mjög vel fyrir. Þannig að svo auðvitað erum við með þjónustu, spa-þjónustu, við erum að þróa spa-vörur eða sem sagt, eins og menn þekkja nú Blue Lagoon nuddið og fleiri, við höfum verið með fleiri möguleika í þeim efnum. Allt saman spilar saman og þetta okkar svona sýn á framhaldið sú að við viljum frekar að hver gestur skili meiri tekjum heldur en að við séum alltaf sífellt að fjölga gestum og það í sjálfum sér sama sýn og við höfum fyrir Ísland sem ferðamannaland, að við viljum að fókusin sé ekki síður á meðaltekjur af hverjum gesti heldur en endilega alltaf að vera að fjölga gestum þó að hvort ekki sé svo sem alveg ágætt en í gegnum tíðina þá hefur öll áherslan verið á fjölgun ferðamanna. Ég held að sé löngu komin tími til að menn fara að hugsa aðeins með öðrum hætti í því efni. Þannig að í þessu samhengi þá get ég nefnt það við þig að við erum núna að undirbúa stækkun og upplifunarsvæði lónsins og ætlum að fara í framkvæmdir við það núna í haust þar sem við ætlum að stækka baðlónið, við ætlum að búa til nýja upplifun inn í hraunið við hliðina á okkur og við ætlum að færa betri stofuna sem hefur gengið mjög vel og stækka hana og tengja hana þessari hraunupplifun sem ég nefndi og þannig að við erum að fara í verulega framkvæmdir núna sem hefjast næsta haust og ég sé fyrir mér að munu kosta svona 1,7 milljarða króna og þannig að við höldum áfram að fjárfesta í upplifun okkar gesta og þetta að sjálfsögðu grunnurinn okkar velgengni og grunnurinn að okkar áframhaldandi velgengni að við höldum áfram að fjárfesta í aðstöðu fyrir okkar gesti til þess að upplifun sé alltaf stórkostleg. Leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ gaf nýverið út bókina Orðaspjall. Bókin ætlað að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. Við kíktum inn á Tjarnarsel og kynntum okkur bókina. Í síðasta mánuði kom út bókin Orðaspjall sem leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ gefur út. Bókin afrakstur 3 ára þróunarstarfs reynslu mikilla leikskólakennara í Tjarnarseli undir stjórn Árdísar H. Jónsdóttur. Markmið bókarinnar að efla orðaskilning og orðaforða ungra barna. Þessi nýstárlega kennsluaðferð hefur slegið í gegn í Tjarnarseli og bókin ætluð bæði leikskóla og grunnskólakennurum sem vilja fræðast þessa skemmtilegu kennsluaðferð. Við erum auðvitað bara áskaplega glaðir í Tjarnarseli. Við erum í skýjónum með þessa bókaútgáfu okkar sem við erum búin að læra heilmikið af. Fræddum aðeins þessa bók, Orðaspjall, út af hvað gengur hún? Já, hún gengur út af það að þetta svona sérstök aðferð sem við notum til að lesa bækur með börnum og kenna og leika með orð og bókunum til að efla orðaforða barnanna á svona skemmtilegan hátt, í gegnum leiki og samræður, heilmikla samræður líka. Krakkarnir náttúrulega eru mjög fróðleiksfúsir, þannig að þau hljóta að vera grimmi að læra ný orð, eða ekki? Jú, þau eru bara mjög áhugasöm að læra ný orð og núna þegar við erum að lesa fyrir þá stoppa þau okkur og spyrja hvað orðið þýðir. Og stundum bara í samræðum þá spyrja þau bara hvað þýðir þetta, hvað þýðir þetta. Þannig að þau eru alveg bara svo svampar og eru svona áhugasöm að læra. Og orðaforðinn hann undirstaðar lesskilning seinna meir þegar þau eru komin upp í grunnskólan. Þannig að barn með góðan orðaforða það hefur yfirleitt betri lesskilning og gengur betur að læra að lesa. Inga, það lítur að vera mikið ánægjuefni fyrir ykkur í Tjarnarseli að þessi bók sé komin út? Já, þetta alveg sérstakt ánægjuefni. Við erum bara stoltar og ég er stolt af mínu starfsfólki, leikskólakennurum og öðru fólki í Tjarnarseli. Hvernig hafa kennarar verið að taka í þessar hugmyndafræði sem Árdís að leggja fram í þessari nýju bók? Auðvitað tekur það smá tíma að læra nýja aðferðafræði og við erum búin að vera þessi 3 ár og smátt hafa kennarar bæst upp á vagnin. Þetta hefur svona gengið misvel að láta þetta
að tileinka sér aðferðina, en við gáum okkur góðan tíma og nú allir kennararnir farnir að nýta sér þessa aðferðafræði og þetta, eins og ég segi, þetta er komið inn í veggi leikskólans. Þetta er orðið svona hluti af menningu leikskólans. Þetta fer til inn á heimili barna og svo höfum við líka heyrt hjá afa og ömmu þar sem að þau eru að spekulera orð með þeim. Er þetta ekki svolítið heiður fyrir Tjarnarsel að vera að gefa út svona bók og að þróa áfram leikskólastarfið hér á landi? Jú, ég tel bara sem leikskólastjóri, þá bara tel ég Tjarnarsel vera frumkvöðull til dæmis sem snýr að mál og læsi barna í leikskóla. Og við höfum aldrei veigrað okkur við það að þróa starfið og þetta er ekkert fyrsta þróunarstarf og ekki að síðasta. Bók í hönd á þig halda engin bönd. Bók í hönd á þig bestlir á strönd. Bók í hönd og svo breytist í önd. Bók í hönd og beint út í lönd. Bræðurnir Þorsteinn og Ólafur Marteinssynir eru áhugasamir sögu flugslysa á Íslandi í síðari heimsstyrjöldinni. Þeir vilja koma upp minjagarði herflugvélar sem hröpuðu á Reykjanesskaganum á stríðsárunum. Fyrsti vísirinn að garðinum er kominn í Grindavíkurhrauninu. Fyrir 70 árum síðan, hinn 3. maí 1943, fórst bandarísk sprengjuflugvél af gerðinni B-24D Liberator sem bar heitið Hot Stuff á Fagradalsfjalli á Reykjanesi. Flugvélin var á leið heim til Bandaríkjanna í fyrirhugaða sigurför sem fyrsta sprengjuflugvélin sem hafði náð ósködduð að fljúga 25 árásarferðir frá Bretlandi yfir meginland Evrópu í seinni heimsstyrjöldinni. Í flugslysinu fórust 14 manns, þar á meðal Frank M. Andrews, hershöfðingi og æðsti maður herafla Bandaríkjanna í Evrópu sem var á leið til Washington til þess að leggja á ráðunum undirbúning innrásar Bandaríkjamanna á meginland Evrópu. Einn maður lifði slysið af. Í tilefni þess að 70 ár eru liðin frá þessu hörmulega flugslysi stóð Flugakademía Keilis á Ásbrú fyrir minningarathöfn í samstarfi við bandaríska sendiráðið. Fyrir athöfnina voru afhjúpuð kynningarspjöld til heiðurs þeim sem fórust í flugslysinu við Grindavíkurveg, móts við slysstaðinn á Fagradalsfjalli. Þar verður reistur veglegur minnisvarði en verið að safna fyrir honum. Minnisvarðin er reistur að frumkvæði Þorsteins og Ólafs Marteinssona í samvinnu við bandaríkjamennin Jim Lukes og ættingja þeirra sem fórust. Þeir Þorsteinn og Ólafur eru miklir áhugamenn herflugvélar sem fórust hér á landi í síðari heimsstyrjöldinni og sögu þeirra. Þetta er heilmikil saga og það sem okkur finnst skemmtilegt við söguna er að bæði hvað þetta gerist nálægt okkur og hvað þetta er mikil saga í heimsstyrjöldinni þó að hún sé þögguð niður. Að hún var í raun og veru þögguð niður því að þetta var svo mikið áfall á þessum tíma þegar að hershöfðinginn ferst og þessi flugvél sem er í raun og veru, þetta eru hetjur, svona fyrstu hetjurnar sem eiga að fara heim til Ameríku og svo bara farast þeir hér á Íslandi og þetta er heilmikið sjokk. Fólk kannast kannski við aðra flugvél og það hefur verið gerð kvikmynd hana og skrifaða bækur og hún heitir Memphis Belle. Og sú vél lendir í því hlutverki sem að þessi flugvél var á leiðinni til Ameríku. En þetta aftur á móti, af því að þetta er svo mikið áfall að missa hérna hershöfðingjann, að þetta er bara þaggað niður og svo gleymist þetta bara. Þessi maður, þessi Andrews, honum var ætlað, það liggur núna fyrir, það er bara nýbúið að uppgötva það, það lá fyrir að hann yrði yfirmaður alls herafla og myndi stjórna innrásinni sem að Eisenhower síðan gerir. Og Eisenhower verður síðan forseti Bandaríkjanna og er eignaður sigurinn að mörgu leyti yfir Þjóðverjum. En það er svo margt í þessari sögu sem hægt er að velta sér hvað hefði gerst hefði þetta og þannig að þetta er atburður sem breytir heimssögunni. Það má alveg hugsa þetta svoleiðis. Og eru þið bræður að fylgjast með gömlu heimssögunni? Já, sko, okkar þáttur í þessu er náttúrulega bara áhugamennska
gönguferðin og skoða þessa slysastaði og svo að kanna sögu þeirra, sögu áhafnanna. Þetta voru í þessu tilviki Amerikanar, það hafa verið hér breskir flugmenn og týnt lífi og okkur svona fannst eins og við höfum svona sýnt þessum mönnum sem voru að verja okkur hérna á stríðsárunum og svona ekki nógu mikla virðingu. Við höfum svona verið svolítið vanþakklátir, við höfum mótmælt veru þeirra ítrekað eins og þið þekkið og vildum reka þá heim með skömm, en þetta voru menn sem voru tilbúinir að láta lífið fyrir svona frelsi heimsins á þessum tíma og þar með Íslendinga. Þetta fannst okkur svolítið vanrækt og þannig svona þróaðist málið upp í að þetta skilti og þessi minnisverði sem væntanlega hér verður til. Og þið ætla að halda áfram með málið? Já, það eru hugmyndir uppi að hérna í nágrenninu eru 13 svona slysastæðir. Fórust nú ekki allstaðar menn, en þetta eru sögulegi staðir að okkar mati og við höfum áhuga á að gera á þessu svæði, hugmyndin er að hér á þessu svæði verði hugsanlega svona garður með það sem að verða minnisvarðar þessi slys. Tónlistarhátíðin Keflavík Music Festival verður haldin í Reykjanesbæ dagana 5. til 9. júní. Mörg stór nöfn koma á hátíðina sem haldin í annað sinn. Tónlistarhátíðin Keflavík Music Festival fer fram í Reykjanesbæ 5. til 9. júní næstkomandi. Hátíðin var fyrst haldin fyrir ári síðan en hefur svo sannarlega vaxið fiskur hrygg. Yfir 120 tónlistaratriði á dagskráni í ár og búast má við talsverðum fjölda tónleikagesta til Reykjanesbæjar. Þeir Óli Geir Jónsson og Pálmi Örn Erlingsson eru skipuleggjendur hátíðarinnar og segja undirbúningin hafa gengið vel. Já, miðasælun bara að ganga vonum framar og við erum að sjá það að þetta verði stærsta tónlistarhátíð sem hefur verið haldin hérna í Íslandi. Þetta er rosalega stórir, margir þekktir erlendir aðrar að koma hingað og bland við stóra íslenska tónlistamenn, þannig að þetta er allir pakkinn eins og maður segir. Já, þetta er náttúrulega bara tónlistarhátíð sem við erum að byggja upp og við erum að reyna að hafa einhver fyrir alla. Við erum með þetta á 8 stöðum hérna í Reykjanesbæ. Við erum í Keflavíkurkirkju, við erum með Reykjaneshöllina hérna og við erum með alla skemmtistöðina í bæ og við erum með alveg eitthvað, við erum með Geirmundur Valdís og við erum með Pál Óskar og Móniku og Káka og Bubba og alls konar svona atriði í kirkjunni og svo erum við með fullt af þessum erlendu atriðum eru kannski aðeins meira fyrir yngri kynslóðina en ekki alveg öll. En við bara svona, þetta er svona það sem er mjög heitt í dag, við svona fórum eiginlega eftir því. Þóttu við höfum náð þessum 13 atriðum, þá höfðum við samband við svona 200 sko. Það var bara sumir vildi ekki koma, höfðu engan áhuga, aðrir voru bókaðir og ég náði þessum. Þetta eru bara mjög flott atrið og við erum mjög sáttir. Þið hljótið að vera, eins og segir, mjög sáttir með að fá alla þessa tónlistamenn hingað. Þetta eru bæði náttúrulega íslenskir, mjög stórir aðilar, en þekkt erlend nöfn. Já, við erum bara mjög sáttir með það og það má alls ekki gleyma íslenska line-upinu. Það er eiginlega bara, það er þrjusuflott, það er eiginlega gæti ekki verið flottara. Og eiginlega allir sem eru ekki að túra erlendis með bandinu sínu að spila hér. Þannig að við erum mjög sáttir. Eina sem vantar kannski bara Sigurrós? Já, við reyndum. Við reyndum að fá allt og við vildum bara fá alla. Þannig að þessir hátíðir eru komin til að vera? Já, hún er komin til að vera og við erum bara rétt að vera með þér. Við erum bara rétt að vera. Það var sannkölluð sigurhátíð í Holtaskóla en skólinn sigraði á dögunum 3. árið í röð í skólahreysti. Það var tekið vel á móti þeim við heimkomu og við vorum á sal skólans þar sem fögnuðurinn var mikill. Þetta ég sá svipinn á að vera að kynna hérna úrslitin. Þú varst ekki viss á tímabili? Nei, ég ætti alls ekki vona þessi. Ég var búinn að sætta mig um 4. sæti hérna og svo bara snilld að vinna þetta. 3. ári í röð, þetta er reynd ótrúlegur árangur. Já, þetta er bara stilt upp fyrir okkur hérna, við vinnum þetta alltaf. En voru þið sátt svona í lokin? Þið voru kannski ekki sátt við ykkar árangur en þetta kom svolítið óvart reynilega? Já, við unnum náttúrulega enga grein, þannig að ég átti ekki beint vona á þessu. Hvernig fannst þið ykkar framistæði hérna í kvöld? Þið unnuðu enga grein en unnuðu samt keppnina?
Mér fannst okkur ganga ógeðslega vel. Það var bara geðveikt. En hvernig verður þetta? Er fjórða skipti í röð? Hvernig er næsta kynslóð? Hvernig er næsti 9. bekkur og þessara sem er að koma? Jú, það lítur að vera. Við erum bara að æfa 98 árganginn. Af hverju er þessi árangur? Hvað er það að gera hérna í skólanum? Ég bara veit það ekki. Það er haldið óalega mikið utanum þetta hjá okkur í Holtaskóla, þannig að það er bara stilt upp fyrir okkur að æfa. Eru búin að jafna ykkur? Er sjokkið svona farið? Nei, það er svolítið mikið ennþá, sko. Þið áttu ekkert von á þessu þannig að það var að tilkynna úrslit? Nei, alls ekki. Ég var ekki að bjóst í þessu. Það má segja að tekið þetta lokasprettinu. Þú tókst æsilegan lokasprett þannig að þurftu að vinna smá forskot. Hvað varst að hugsa svona að loka metrónum? Ég var að hugsa Íslandsmet. Ég ætlaði mér Íslandsmet, en við sigur Ísland betra. Hversu sætt er þetta? Þetta er mjög sætt. Þetta er ótrúlegur árangur, 3 ár í röð. Hvað er svona sérstætt við það sem er að gerast í Holtaskóla? Það er bara allir að æfa sig á fullu. Það er ekki reynd ótrúlegur árangur, 3. árið í röð. Hverju má þakka þennan glæsilega árangur? Þetta er bara samviskusemi krakkar, tilbúnir að takast á þetta verkefni sem við að gera. Og bara frábæri krakkar. En nú er þetta ár eftir ár og nýju krakkar og svona, það hlýtur að vera eitthvað sem þið eru að gera rétt svona til að halda utan um þetta. Þau hafa náttúrulega frábæra fyrirmyndir sem hafa verið undanfarin ár og þau feta náttúrulega í fótspor þeirra og við bara aðstöðum þau, ef þau þurfa aðstöðu við hlutina þá aðstöðu þau og fáum meirist aðstöðu utan að frá, þau fengið það. En þið leggja þetta kannski svolítið í þeirra hendur, þau verða að æfa markvisst? Já, við hjálpuðum, komuðum að stað, hjálpuðum og látuðum svo fá æfingar sem þau fara eftir, það er eftir í hendur. Svo hlýtur náttúrulega íþróttastarfið hérna í bænum að hjálpa krakkarnir að æfa íþróttir. Að sjálfsögðu. Það eru fáir bæir sem eru með jafngott íþróttastarf og þetta bæjarfélag hér. Það er Jóhann ekki stærri skóla heldur en Holtaskóli búin að sigra þessa keppni 3 í röð. Þetta hlýtur að vera alveg einstakur árangur. Þetta er það. Þetta er eini skóli sem hefur unnið 3, hvað þá 3 í röð og eini skóli sem hefur unnið 2, það er Lindaskóli í Kópavogi sem er mjög öflugur og stór skóli. Þannig að af 9 skiptum þá erum við komin í 3. núna. Þetta hlýtur að vera eitthvað sérstakt sem þið eru að gera hérna? Já, það er það ábyggilega, en hvað það er ekki alveg alltaf sem maður veit það, en ég þakka fyrst og fremst bara liðsheildinni hérna. Þetta er óbáslega skemmtileg stemming. Bæði foreldrar og starfsmenn og nemendur að sjálfsögðu eru lifandi í þessu sem við erum verið að gera og það er mjög mikilvægt. Ef að þannig er unnið þá skilar það árangur.